Ég heiti sem sagt Þorbjörg Sandra og vinn hjá Umhverfisstofnun og það er eitt af verkefnum mínum að aðstoða stofnanir við að innleiða grænu skrefin og þú mátt bara skipta glæru. Já, og svona þetta verkefni er í raun ætlað fyrir ríkisstofnanir og fyrirtæki í meirihluta eigu ríkisins sem ætla að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum á starfsemi sinni og auka þekkingu starfsfólks á umhverfismálum. Og þarna undir falla raun flestir framhaldsskólar. Já, máttu fara í næstu glæru. En verkefnið var sett á laggirnar árið 2014. Hann hafði áður verið innleitt meðal annars hjá Reykjavíkurborg og þar áður þá var þetta verkefni hjá Harvard háskóla. Það er bara í hvert skipti sem það er flutt ykkur, þá er það svona reynt að aðlaga. En eins og við aðlögum það á sínum tíma, þá er það hugsað fyrst og fremst fyrir skrifstofustarfsemi stofnana. Og og þátttakan er sem sagt öllum að kostnaðarlausu, öllum ríkisstofnunum. En mér langar að benda á að því ég hef grun um að einhverjir framhaldsskólar falli ekki undir það að vera ríkisstofnun, að sko ef svo er, þá er samt hægt að nýta sér öll gögn þarna inni, bara þú veist, fyrir skóla, fyrirtæki, hvað sem er sem að vilja bara gera betur í umhverfisstarfinu, þá er brjálæðislega mikið af upplýsingum inn á vefnum okkar, grænskref.is. Já, náttúrulega liður í því að ná skuldbindingum okkar og skuldbindingum stjórnvalda eru verkefni eins og grænu skrefin og við langar bara svona minna á Parísarsáttmálann og aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum. Og grænu skrefin og grænfond og fleiri þannig verkefni vinna vel, vinna í raun með þessum markmiðum. Og það er bara næsta glæra. Það er svo óvanur að vera ekki með stjórn í glæranum. En samkvæmt loftslagsstefnu stjórnarráðsins sem kom út 2019, þá er gerð krafa um að allar ríkisstofnanir uppfylli öll 5 grænu skrefin fyrir árslok 2021. Og þar með talið þá allir þessir framhaldsskólar sem falla undir skilgreininguna ríkisstofnun. Og þetta er ekki endilega eitthvað sem allir eru meðvitaðir en það er bara rosalega mikilvægt að allir skrái sig til leiks. Og því fyrr sem maður byrjar því að mun líklega ef maður nái þessu markmiði. En mikilvægast er alltaf bara að byrja. Og sem sagt í loftslagsstefnu stjórnarráðsins ég tala líka um að ríkisstofnanir og fyrirtæki meirihluta eigu ríkisins og sveitarfélög, þau eiga öll að setja sér loftslagsstefnu, hver fyrir sína stofnun og á stefnan að innihalda skilgreind markmið samdrátt í losun, gróðurhúsalofttegunda og kolefnisjöfnun starfseminnar ásamt aðgerðum svo að þeim markmiðum verði náð og þetta er í raun þetta er lög loftslagsmál. Þannig að þetta er eitthvað sem bara alveg á hreinu allir verða að gera, það er að setja sér loftslagsstefnu. Og já, en þetta er mjög skemmtilegt verkefni, grænu skrefin og ég hef reynslu af því að vera svona báðum megin við borðið í þessu verkefni. Ég var sjálf að vinna við innleiðingu í Háskóla Íslands og sem er kannski líkar í framhaldsskólum, það er stofnun sem er líkar í framhaldsskólum heldur sem margar svona þessar típisku stofnanir og mér fannst þetta alveg frábært verkefni. Það er margt sem ég jákvætt við þetta því að við vorum svolítið svona með margar hugmyndir og gerðum alveg ýmislegt en mér vantaði stundum bara eitthvað svona markvissan lista til að vinna eftir af því ég var hrædd ég var að gleyma einhverju mikilvægu og þá fannst mér þessi grænu skref mjög góð leið. Það er bara einhverjir sérfræðingar frá Umhverfisstofnun og Harvard og Reykjavíkurborg sem eru búin að svona reikna út hvaða hlutir í venjulegri skrifstofustarfsemi, hvar er mesta mengunin og það er reynt að búa til einhverjar aðgerðir til þess að draga úr þá neikvæðum umhverfisáhrifum af rekstrinum með þá skrifstofuna. Þetta er yfirleitt bara hefur þetta einhvern veginn jákvæð áhrif á starfsandann. Þeir sem hafa áhuga geta tekið virkandi þátt. Þetta er jákvætt fyrir ímynd stofnana. Það er betri nýting aðfanga þannig að þetta er ekki bara jákvætt svona út frá fyrir umhverfið heldur er líka hægt að það er sparnaður, fjárhagslegur sparnaður líka. Og svo bara náttúrulega ný þekking sem myndast og þetta er partur af því að vera
ábyrgur samfélagslega. Þannig að það margt, það ýmis konar ávinningur af grænu skrefunum. Mér langar svona bara að segja ykkur frá því að það eru kannski einhverjir framhaldsskólar inni sem ekki byrjaðir á skrefunum og þá bara hvet ég ykkur til að gera það núna bara strax eftir þennan fund eða morgun eða svo. Og þá farið bara inn á síðu grænna skrefa og skráið ykkur þar á tengilið og í kjölfarið þá myndað svona teymi sem að fer yfir innleiðingu verkefnisins og það eru gátlistar sem unnið eftir og þetta eru í raun 5 skref með svona 30-40 aðgerðum og það maður bara svolítið að check í box og þetta er svona þægilegt upp á það að maður kannski hefur verið að vinna í umhverfismálum og maður veit að líklega er maður að gleyma einhverjum mjög mikilvægum eða auðveldum hlutum sem hægt að bæta. Svo þegar allt er tilbúið þá bara listinn sendur til okkar og við metum hvort að 90% aðgerðar séu komnar í kannski fyrsta skrefi og þegar svo er þá komum við í úttekt og kíkjum í raun bara á hvernig gengur og svo veitum við þá viðurkenningu fyrir hvert skref. Og þetta er bara, mátt setja næstu glæru og þetta er almennt bara, við höfum fengið ótrúlega jákvæð viðbrögð við þessu verkefni og það sem er kannski styrkur þess er hvað ótrúlega margir að gera það sama. Og það er gaman að fagna árangrinum að það eru allar stofnanir að biðja umhverfisvottaðar ræstivörur. Það eru allar stofnanir að biðja að sé dregið úr umbúðum og eitthvað svona og þegar fyrirtæki eða birgjar fá sömu ábendingar aftur og aftur þá hefur það sýnt sig að ástandi batnar. Þannig að okkur finnst þetta bara, við sjáum það bara mjög augljóslega að grænu skrefin að skila árangri og við höfum fengið bara ótrúlega jákvæð viðbrögð með verkefnið. Og það er eins og þið sjáum mikilvægt að fagna alltaf skrefunum. En svo ég fari bara örstutt hvernig hvernig skrefin eru uppbyggð. Þetta eru eins og ég áðan nefndi, þetta eru 5 skref og fyrstu 4 skrefin þá er þetta bara listi af aðgerðum sem maður reynir þá að uppfylla með einhverjum hætti og lýsir hvernig það var gert inni í sínum skóla og svo í 5. skrefi þá erum við svolítið að taka saman, bara tryggja að þetta haldi áfram. Það er svona umsjónar, umhverfisstjórnunarkerfi. Þannig að við erum bara búið til ferla þá utanum umhverfisstarfið sem hefur átt sér stað og mér skilst að 5. skrefið vinni til dæmis mjög vel með grænfalnum. Mátt fara í næstu glæru. Og bara til þess að gefa ykkur svona smá innsýn inn í hvað ég að meina með aðgerðir. Þetta skiptist í þessa 7 flokka aðgerðirnar. Þannig að við erum í hverju skrefi að horfa á nokkrar aðgerðir til þess að minnka umhverfisáhrif á innkaupum, samgöngum, rafmagni húshitun, flokkunarminni sóun, viðburð og fundum, eldhús og kaffistofum, það er nýr flokkur hjá okkur og svo erum við þá að nota miðlun og stjórnun til þess að styðja við allt þetta. Og næsta. Mér langaði kannski í staðinn fyrir að því ég ætlaði ekki að vera að hafa þetta of langt, þá vildi ég bara nefna eina aðgerð sem er svona mikilvægasta aðgerðin og það er græna bókhaldið. Þarna erum við að safna saman í raun upplýsingum alla þessa þætti sem við höfum verið að vinna að til þess að geta svona mælt árangurinn. Og þá erum við að horfa sérstaklega til samgangna, úrgangs, orkunotkunar, pappírsnotkunar og efnanotkunar og svo er hægt að skrá inn fleiri þætti sem maður vill mæla. Þetta bara skiptir máli upp og sjá hvort maður sé á réttri leið. Erum við að bæta okkur frá því fyrra og Þannig þetta er mjög gott tól. Og eins og ég nefndi áðan, þá er styrkur grænna skrefa kannski bara í fjöldanum sem er að taka þátt. Núna eru 124 stofnanir skráðar og ef allt gengur eftir á árinu þá verður þetta hátt í 200 samtals og það er bara gífurlegur fjöldi starfsmanna þarna bakvið og ef við tökum eins og framhaldsskólana með þá er það þannig að þó að við séum að horfa aðalega á skrifstofustarfsemina þá erum við samt að gera kröfur raun út fyrir það. Við erum að horfa á flokkun, við erum að horfa á bara hvað er einnota eða fjölnota eða svoleiðis í starfseminni. Þannig að mér finnst
þetta er alveg frábært verkefni upp á það að við erum bara með hlutina í lagi hjá okkur starfsfólkinu og það smitar út frá sér. Og svo eru aðrir hlutir sem við í raun bara, þetta helst í hendur við, það er bara einn móttaka-aðili að Sorpi eða þannig að, já, þannig að þessi, þú veist, fjöldi sem er á bak, þú veist, fjöldi sem verður fyrir áhrifum af grænu skrefunum er mikið fleiri heldur en bara starfsmennirnir. Og þá er það bara næsta glæra. Það er í raun þetta sem okkur kannski langar að ræða í dag. Það er hvernig þessi verkefni vinna saman, grænu skrefin og grænfáninn. Og svona, svo ég vitni aftur í kannski mína fyrri starfsreynslu, þá finnst mér þetta vinna mjög vel saman. Af því grænu skrefin eru svolítið að horfa á skrifstofustarfsemina og ná einhverjum svona grunnþáttum, bara einhverjum þáttum sem við vitum að hafa umhverfisáhrif, það er auðvelt að gera eitthvað með það, en það er samt bara listi sem er unnið eftir og nemendurnir eru, þú veist, það er ekki skylda að hafa nemendur með þó við mælum alveg með því að hafa fulltrúa nemenda í innleiðingarnefnd, en þannig að þú veist, það er, já, skrefin eru bara að horfa á einn lítinn hluta af rekstrinum, en ef við erum með skóla þá erum við, og með því að hafa grænfáninn líka, þá erum við bara að ná yfir svo miklu breiðara svið og svo er bara grænfáninn allt öðruvísi verkefni. Það er mikið meira lagt upp úr svona, kannski lýðræði og þáttöku, en það er alveg líka í grænu skrefunum, en það er á allt annan hátt. Þannig að mér finnst þetta, ef að maður vill að skólinn sinn sé raunverulega, þú veist, bara með einhver flott verkefni til þess að halda utan um umhverfisstarfið, þá eru þessi verkefni saman bara mjög góð leið að mínu mati. Og auðvitað er hægt að fara einhverjar aðrar leiðir, en ég held svona, já, reynsla mín er að þetta virkar vel saman og þetta tryggir svona einhvern veginn bara, já, að nemendur og starfsfólk og allir eru að tala saman. Og það eru, þú veist, mér finnst það eru styrkleikar og veikleikar í báðum þessum verkefnum, en mér finnst þau einhvern veginn svona bæta svolítið hvert annað upp. En annars vildi ég, já, kannski bara næsta glærið mitt. Þetta eru sem sagt starfsmenn grænna skrefa og ég bara hvet ykkur í raun til þess að þið ykkar sem eru ekki búin að skrá okkur til þess að skrá skólana í verkefnið og hinn sem eru komin á stað bara að spýta í lófana því að það bara, þegar maður er byrjaður þá er maður komin mjög langt og fyrsta skrefið er erfiðasta skrefið og svo verður þetta bara létt og það er ótrúlega gefandi og gaman að komast í gegnum þetta. Og við finnum alveg, við heyrum það frá stofnunum að það er mikill samhugur í starfsmönnum að gera þessi verkefni vel. Þannig endilega heyrið í okkur ef þið eru ekki nú þegar farin að taka þátt og líka bara ef þið eru strand þá erum við hér og getum hjálpað ykkur áfram. Já. Og við erum líka á Facebook, það er bara síða fyrir græn skref og svo erum við með svona samráðsvettvang fyrir stofnanir til að tala saman, bara hvernig leystu þið þessa aðgerð, hvaða kaffi er til sem er gott og er líka umhverfisvottað og alls konar svona hlutir sem að maður kannski vill ekki vera að eyða allt of miklum tíma í og maður veit bara að það eru ótrúlega margir þarna úti sem eru búnir að pæla, þannig að ég mæli mikið með því að nýta hann. En annars ætlaði ég ekkert að segja neitt meira grænu skrefin, heldur bara endilega að kíkja á grænskref.is og svo bara vera í bandi við okkur. Og já, svo kannski bara tökum við spurningar eftir, eða ekki, Katrín? Jú, ég ætlaði einmitt að spyrja þig hvað þú hefði mikinn tíma. Hefurðu tökuð að vera eins lengur og taka á móti spurningum eftir? Já, ég hef það. Ok, flott. Þannig að þá held ég að sé ágætt að við höldum bara eins áfram og svo tökum við spurningum í lokin. Kæra þakki fyrir þetta. Eins og Tobba sagði að þá vinna þessi verkefni gríðarlega vel saman og að því að þau taka á umhverfismálum með svo ólíkum hætti. Og ég ætla bara aðeins að fara yfir hvernig ég sé samlegðaráhrifin eða hvernig hægt sé að vinna þau saman. Og ég hef þá tekið fyrir bara þau skref sem að mér finnst passa best við grænu skrefin. Eins og þið vitið að þá náttúrulega leggjum við mikið upp úr því að nemendur taki þátt í öllum skrefum grænfánans og í umhverfisnefndinni. Þannig að það er spurning hvort að við getum virkjað nemendur eða umhverfisnefnd nemenda í að innleiða
grænu skrefin í skólanum með að taka þátt í þeim allan með einhverjum hætti. Gæti verið fulltrúi sem að fer í nefnd grænna skrefa eða eitthvað í þá veruna eða bara nefndin fái ákveðið hlutverk. Skref 2, mat á stöðu umhverfismála. Það er hægt að nota gátlistan frá Umhverfisstofnun til þess að meta stöðuna í skólanum og þá gætu nemendur tekið þann gátlista og kannað hvernig skólinn stendur sig. Svo er það skref 3 og þá er hægt að taka saman niðurstöður úr gátlistanum og ef það er eitthvað í grænum skrefum sem að skólinn er ekki að sinna, að þá er hægt að setja sér markmið samkvæmt því og nemendur gætu þá jafnvel farið á stúfana og reynt að vinna í því sem að þarf að bæta. Og svo ég hoppa yfir skref 4, það er í rauninni eftirlit og endurmat, það náttúrulega passar líka mjög vel inn í, en það er svolítið tengt þessu skrefi áætlun aðgerðir og markmið, það er sem sagt fylgja því eftir að við séum að vinna að þeim markmiðum sem að við höfum sett okkur. Og skref 5 er námsefnisgerð og tenging við aðalnámskrá, ég hoppi við það líka, en svo er það skref 6 og það er skrefið að upplýsa og fá aðra með og það passar mjög vel inn í 5. skref grænna skrefa. Af því að þar er kveðið á fræðslu, þannig að þessir þættir passa mjög vel saman að finna leiðir til að fræða bæði nemendur og starfsfólk og jafnvel nærsamfélagið umhverfismál og það sem verið er að gera. Og svo er það skref númer 7 sem er umhverfissáttmáli eða umhverfisstefna. Og eins og í grænum skrefum að þá þurfa skólar að setja sér stefnu og auk þess loftslagsstefnu. Þannig að það má tengja þessar stefnur saman, að vera bara með eina heildar umhverfisstefnu sem að passar það bæði inn í grænfánan og inn í grænum skrefum. Þannig að þarna þetta skref í rauninni er sameiginlegt með báðum. Já, og þá er spurning hvort að við fáum hana Unni til að tala örstutt innleiðinguna í MTR. En við höfum 6 mínútur, það eru 6 mínútur eftir af okkar tíma, þannig að við skulum svo reyna að gefa smá tíma í lokin í spurningar. Já, heyriði mér. Katrín er raunin búin að koma inn á alla þessa punkta sem að eru tengja skrefin svona vel saman. Kannski langar mig að bæta við að við í MTR erum líka heilsueflandi framhaldsskóli og það er svolítið skörun þarna, sérstaklega þegar kemur að hjólavottuninni og því öllu og lífshlaupinu og svona, þannig að það hefur hjálpað okkur. Og okkur hefur tekið svolítið að skapa bara vinnustaða menningu. Það er góður lesandi í skólanum og við höfum, ég myndi segja að það sé svona svolítið innri áhugahvöt og þarna til dæmis sjáið þið hana Björgu að vera að rúlla þvottapokum, hún er ritarinn okkar og Stína með skærin er þroskaþjálfi og við vorum svolítið leið út af COVID, við vorum komið með svona handklæði, þurftum að setja aftur upp pappirs á starfsmannastyrtingar en þær tóku sér til og bara klift og handklæði niður og siksökkuðu og gerðu svona litlar körfur fyrir okkur. Og svo sér Björg bara að þvo þetta. Annað sem fyrir utan lesandan vinnustaðamenninguna það er stuðningur auðvitað frá stjórnendum og það voru settar upp 2 rafhleðslustöðvar við skólann sem gerir náttúrulega það að verkum að við getum keyrt á svoleiðis bílum því að það er jarðgöng sitt hvorum megin við og við þurfum að þetta er líka bara hvetjandi. Ef við ekki bara hoppa í næstu mynd svo að við höfum tíma fyrir spurningar. Þetta eru nemendur okkar, fjarnemendur sem ætla að mæta á fimmtudaginn ekki og þarna er hún Helga sem er í Grikklandi og Valgerður í Reykjavík og svo er ein á Sauðárkróki sem er að sýna þarna myndir af hekluðum pokum úr plasti. Og bara ótrúlega glaðir og flotti krakkar allan heim sem við erum með. Ef ekki bara segja þetta fínt og fá spurningar.
Kæra þakkir, Unnur. Já, eru spurningar varðandi þetta til okkar? Ég kannski með eina spurningu fyrir Unni. Ég bara veltaði fyrir mér hvað eru margir kennarar, þú veist hvað þetta er stór stofnun, hvað eru margir starfsmenn og síðan hvað eru margir nemendur? Já, við erum held ég, ef ég man rétt, 27 starfsmenn. Við erum núna á þessu raun með 35 staðnema en heildarfjöldi nemenda er tæplega 400. Þannig að við höfum verið að reyna að færa svolítið þetta grænfónustarf út til fjarnemana og það er ótrúlega skemmtilegt þegar þau skila verkefnum þar sem þau segjast hafa farið á vinnustaðinn sinn og komið upp flokkun og það er þetta að upplýsa að fá aðra með. Þegar fyrst vorum við að fókusera bara á staðnema en eins og þið sjáu þá eru þau bara svo frábær út allt sko, á öllum aldri og gera, já. Nú var sagt að flestir stofnanir ættu að klára þetta fyrir árslok 2021. Er eitthvað svona vitað hlutfall þessara? Eru margir sem ná því að skrifa 5? Sko, ég er svona að reyna að vera mjög bjartsýn en þetta er klárlega skammur tími sem var gefinn, þessi ákvörðun að öll skref skyldu vera kláruð á árinu. En það sem mér kannski skipta mestu máli er bara að byrja. Við erum ekki bara í kappi við einhver markmið stjórnvalda, við erum líka bara í kappi við tímann þegar kemur að loftslagsbreytingum. Þannig að það sem skiptir mestu máli er bara að byrja að fara af stað og komast bara eins langt og hægt er. Og við höfum séð sumar stofnanir hafa verið að taka bara öll skrefin á nokkrum mánuðum meðan fyrir aðrar er það bara mikið erfiðara. Þannig að en það er auðveldast að byrja og bara því fyrr sem að maður lætur á það að reyna, þeim er líklegra að við náum þessu markmiði. En svona mitt prívat og persónulega markmið er bara að það séu allir komnir vel af stað á árinu. En svona stefna stjórnvalda er í raun að allir verði búin að klára. Má ég kannski skjóta aðeins inn? Það hefur reynst rosalega vel hjá okkur að sko, það er ég og svo er sá sem sér innkaupin, síðan eru stjórnendur og við erum í góðu samstarfi við þann sem að reka mötuneytið sem er Ída. Já, og eitt sem ég glemdi að segja, við vorum að fá vottun frá Erasmus+, ef einhver kannast við það. Þeir gera kröfur umhverfisstarf og það nægði alveg að segja þar, bara grænfáninn og grænu skrefin. Þannig að við vorum að fá þessa vottun í síðustu viku. Svo þetta borgar sig, þetta er mikil vinna til að byrja með, en ef maður hefur þessa aðila með sér, það er mikilvægt. Já, ég held að þetta er alveg mjög vel orðið komist að sko ef að stjórnendur eru með borð og svo ef það er svo bara áhugasamir aðrir starfsmenn sem að keyra verkefnið áfram þá og þú veist ennþá betra ef það eru nemendur, einhverjir fulltrúar nemenda, þá gengur þetta bara vel. Þannig að það skiptir máli. Má ég spyrja einu? Já. Ef að skólar eins og sem hafa verið lengi í grænfónaverkefninu hafðu áhuga að fara beint í 5. skrefið að sækja öll skrefin samhliða ef þeir telja sig geta tékkað öll box. Er það möguleiki? Já, það er í raun hægt að klára öll skref í einu, það er hægt. Okay. En við náttúrulega yfirförum bara hvert og eitt skref, við bara förum þá bara yfir allar aðgerðirnar og skoðum. En það er til dæmi stofnun sem hefur klárað bara öll skrefin á sama tíma. Og ég held að hjálpi náttúrulega, það er stofnanir sem hafa gert það eru stofnanir sem að eiga sögu í umhverfisstarfi og ég get alveg trúað í að grænfánaskólar gætu til dæmis átt auðveldara með að taka nokkur skref í einu. Og það minnkar kannski eitthvað, fram og tilbaka samtal við okkur. Það verður bara markvissara ef maður er byrjar að pæla í umhverfismálum, en það er alveg hægt. En þá bara skoða allar aðgerðirnar og sjá hvað stöndum við.
Það pláss fyrir eina spurningu í viðbót ef einhver eða eitthvað brennur á ykkur. Ég ætla bara aðeins að segja, ég alveg rosalega ánægð með að skuli vera hægt að tengja, eða hægt að tengja þetta svona saman því að nemendur hjá mér í umhverfisnefnd, þau hafa alveg brjálæðislega mikinn áhuga á grænu skröfum og vil ég endilega koma einhvern veginn inn í það, þannig að mér finnst þetta bara mjög skemmtilegt. Takk fyrir. Já, frábært. Mér líst náttúrulega rosalega vel á það. Ef að nemendur eru svona einhvern veginn involveraðir, þá það bara styrkir það skrefin mikið, sko. Og allt umhverfisstarf. Og ef þið hafið fleiri spurningar, þá endilega sendið línu á Anna Þorbjörgu. Hún Já, mun svara ykkur. endilega.